Nú ætlum við aðeins að kíkja á nákvæmni og námundun. Við þurfum að kunna námunda. Þegar við erum að námunda heilum tölustaf þá er heilistafurinn eða einingastafurinn hér, talan sem við erum að horfa á. Og þegar við námundum þá finnum við alltaf það sem við eigum að finna og kíkjum á næsta staf fyrir aftan. Ef hann er 5 eða hærri þá hækkar talan. Þannig að þetta verður 387. Einfaldlega vegna þess að 386,51 er nær 387 heldur en 386. Hér er næsti stafi fyrir aftan 4, þá lækkum við. 13,1 er augljóslega nær 13 heldur en 14 og hérna þurfum við að passa okkur að þetta er 9, næsta tali fyrir aftan er 5, þannig að 9 hækkar upp í 10 og þá hækkar þetta úr 69 upp í 70. 1370. Ég þarf þá að skrifa 0. Námundaða tíundahluta. Nú ger ég alveg eins og áðan. Hér er tíundahlutin, það er næsta sæti fyrir aftan. 369,8. Af því að næsti stafi fyrir aftan 8 er 1, þá hækkar þetta ekki. Hér er 28,16. 6 er hærri en 5. Þetta er nær 28,2 heldur en 28,1. Námunda þúsundi. Þetta er þúsundatalan. Hérna erum við nær 22.000 heldur en 21.000 og hér erum við nær 4.000 heldur en 3.000. Einfaldlega vegna þess að talan fyrir aftan 3 sem er í þúsundasætinu er 6 og þá er ég með 5 eða hærra og þá hækka ég. Ég er búinn að búa til mörg myndböndun námundun og það er að gera að fletta upp. Þetta er í raun bara stutt upprýjun. Það er auðvelt að fletta hinum upp og skoða þetta betur. En þið þurfið að kunna þessi sæti. Hvað þessi sæti heita. Ég sem sagt ykkur það. Þetta er þúsundasti hluti, hundraðshluti, tíundahluti, eining, tugur, hundruð og svo kemur þúsund og svo tugþúsundir og svo framvegis. En það er ekkert hægt að námunda ef maður kann þetta ekki.